Já, góðan dag og velkomin í kirkjuna í dag, gleðilegan hvíldardag og gleðilegt nýtt ár. Við skulum hefja þessa stund í Jesú nafni með að syngja sálminn númer 446. Við skulum syngja meira, það númer 310, Kæri faðir. Is there
ritningarversi sem að ræðumaðurinn hefur valið í Jóhannesar Guðspjalli 3. kafli og 14. til 15. vers. Já. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Amen. Og við skulum lúta höfði í bæn. Já, kæri Faðir, þakka þér fyrir hvíldardaginn. Þakka þér fyrir að við getum komið saman í húsi þínu og tilbeðið þig. Já, kæri Faðir, ég bið fyrir öllum þeim sem eru á leiðinni eða hafa út af einhverju ekki komist til okkar í dag. Vilt þú blessa þau? Faðir, og ég vil biðja fyrir Margréti okkar sem á spítala. Faðir, vilt þú blessa hana sérstaklega og umvefja hana kærleika þínum. Faðir, og ég bið einnig fyrir fólkinu í Venezuela, þar sem stríð hafið. Vilt þú blessa það allt, Faðir? Ég bið að þú verði með trúsyskinum okkar sem eru þar. Vilt þú blessa þau og halda utan þau. Faðir, þakka þér fyrir að við megum búa hér á Íslandi í frjálsu landi og frelsi. Faðir, við þakka þér fyrir að við getum komið hingað á hverjum hvíldardegi og hlustað á orðið þitt. Viltu hjálpa okkur á nýja ári að setja þig í fyrsta sæti, að byrja daginn á bæn og lestri Biblíunni. Faðir, vilt þú blessa okkur áfram í dag og leiða okkur og hjálpa okkur að sýna öðrum kærleika þinn og vera ljós fyrir aðra. Ég bið í Jesú blessa nafni. Amen. Og nú skulum við syngja salmnúmer 240. Amen.
teknar upp gjafir. Kæri Faðir, þakka þér fyrir þessar gjafir. Vilt þú blessa þær og margfalda? Faðir, viltu blessa þá sem gáfu í Jesú nafni, amen. Já, þá komið að barnasálmi. Og börnin með að koma, það verður svo, hún dófilega ætlar að segja börnunum sögu, þannig að gott að vera komið bara fremsta bekk. Svo vel. Góðan daginn, krakkar, og gleðilegt nýtt ár. Takk. Heyrðu, þetta fyrsti hvíldardagur ársins og ég ætla að segja ykkur fyrsta sögu. Eru þið spennt að heyra? Já, heyrðu, ég ætla að setja gleraugu svo ég sjái. Og ég ætla að segja ykkur sögu og ég veit ekki hvernig þetta virkar. Ég bara veit ekki. Já. Nei, ok. Hjálpaðu mér aðeins. There, ok. Já, herðu, fyrsta sagan ársins heitir Biblía hennar Söru.
Svo Sara, hún fekk glænýja Biblíu á nýársdag. Hún var svo glöð og hún bara horfði á hana og brosti og var mjög ánægð. Hún sem sagt sagði við ömmu sína, ég ætla að lesa hana á hverjum einasta kvöldi. Af því hún vildi að læra meira Jesú. Nei, amma. Svo hún setti Biblíuna á náttborðið og bara var mjög ánægð með sína gjöf. En dagarnir liðu og stundum hún Sara var þreytt. Hún var svo þreytt að hún gleymdi eða var of þreytt að lesa Biblíuna sína. Hún bara bað svona stuttlega takk Jesus fyrir daginn og fór að sofa. Og svo það voru líka dagarnir þegar hún sem sagt bara gleymdi að lesa Biblíuna sína á kvöldin. Því henni fannst svo gaman að lesa aðrar bækur, svo hún bara valdi að lesa kannski einhverja aðra bók. En Biblían hennar bara þarna á náttborðinu. Já, hennar Biblían, já. En amma blíðlega myndi bara á Söru, hún sagði, herðu, þú bara reyndu að munna á morgun að lesa Biblíuna sína. Svo dag eftir dag hún gerði það, hún Sara, og svo byrjaði hún að munna Biblíusögur. Svo þegar Sara var eitthvað hrædd, eða var hrædd við eitthvað, þá myndi hún eftir sögu þegar Jesús róaði storminn. Munið þið eftir þessa sögu? Já. Og svo þegar hún var reið, þá myndi hún eftir sögu þegar Jesús elskaði aðra. Og krakka sjáu þið þarna, eru þið stundum reið? Já. Já, ég líka stundum reið. Svo einn hvíldardag, Sara hún vildi bara að deila uppáhaldsversið hennar úr Biblíunni og kennarinn hennar hún var svo glöð og brosti. Hún var svo ánægð að Sara svo dugleg að lesa Biblíuna sína. Og svo hún Sara með tímanum átti sig við að Biblían, með því að lesa Biblíuna, hún að breytast. Hún ekki eins reið, hún ekki eins hrædd. Svo hún bara held áfram að lesa Biblíuna sína og reyndi ekki að gleyma. Svo mér langar krakkarnir mínir og líka stórir krakkar að hvetja ykkur á þessu ári ekki gleyma að lesa Biblíuna ykkar. Af því hún hjálpar okkur að vera nær Jesú og hún líka breytir okkur að innan. Hver ætla að gera það? Já, flott. Já, það bara 2 fullur. Já, ok. Takk fyrir að hlusta, krakkar. Þið voru svo dugleg, eins og alltaf. No. Good morning. Góðan daginn. And happy New Year. Gleðilegt nýtt ár. I hope everybody had a good time. Vonandi hafa allir notið þess. If not, I hope you have a good time today. Ef ekki, þá vonandi njótið þess í dag. Is everybody rested or wasted? Allir búinir að hvílast eða þið bara alveg úrvinda? How are you feeling today? Hvernig líður ykkur í dag? Cold, yes, it's extremely cold. Dálítið kalt í dag. Well, I'm very happy to have a new year, a new beginning, a new opportunity. Ég glaður að það komið nýtt ár og það komið nýtt tækifæri. Today I want to share something with you Langar að deila dálítið með ykkur í dag. that actually long time ago
I read the Desire of Ages, Fyrir löngu síðan þá las ég Þrá aldanna and I remember having an experience og ég átti reynslu that Dovile is having the same experience now. She is reading through the Desire of Ages, og Dóvili, konan mín, að öðlast sömu reynslu og ég. Hún að lesa í gegnum þessa bók and almost every day, or she's reading it every morning. She wakes up and reads. Hún að lesa þetta hverju morgni And almost every day she tells me, wow, I was reading this and this is just amazing. og hún segir mér að ég var að lesa þetta og þetta og þetta alveg frábært. It's mind-blowing. I never thought about this. Aldrei hefði mér dottið í hug svona lagað. And every time she reads something, she tells me almost the same. Og hver skipti sem hún lesi eitthvað, þá segir hún það sama. And I had exactly the same experience when I read the Desire of Ages. Og sama reynslu hafði ég, sömu reynslu hafði ég þegar ég las þessa bók Þrá aldanna. Such an amazing book, like literally every time I read it, I was like, wow. Og bókstaflega, í hver skipti sem ég las hana, þá var þetta stórkostlegt fyrir mér. And taking some notes, marking things, and she's going through the same. Og ég var einmitt líka að skrá niður og strika undir og hún að gera það saman hana. And recently she read chapter 17. Og fyrir stuttu las hún 17. kaplan. Anybody knows what chapter 17 is? Vitið þið hvað 17. kaplinn Nicodemus. Nicodemus. Yes. And she was so impressed. Og henni fannst þetta ótrúlegt. And she shared with me so many things that impressed her about that chapter. Og hún var að deila með mér það sem hafði mikil áhrif á hana í þessum kapla. And actually that's when I thought I would like to share with the church. Og það það sem ég langaði að deila með ykkur í kirkjunni. This, what I'm going to share with you, it's actually originating in a way from Doville's experience of reading chapter 17 of Nicodemus. Þannig að þetta á uppruna í reynslu konuna minna Dovile sem var að lesa 17. kaplan í Þrá aldanna. So this time I didn't not only share with her the sermon like I do always before, I share with her. Þannig að þetta skipti deildi ég ekki aðeins með henni ræðunni sem ég að fara með eins og ég ger alltaf. She's my guinea pig. Hún tilraunadýrið mitt. But she took an active participation with me. She was really helping me. Hún tók virkan þátt í að móta þessa ræðu. So, we are going to talk about today Nicodemus. Í dag ætlum við að tala Nicodemus. And probably we are going to get to know a little bit of him. Maybe most of you know who he was and what happened with him. Við munum kynnast honum aðeins, þeir viti kannski flest ykkar hann og hvað varð hann. But hopefully we will learn something a little bit different that Vonandi munum við læra eitthvað nýtt. That I hope it will make sense. Og vonandi náum við að skilja það. For that I and we will need the help of the Holy Spirit and og við þurfum hjálp Heilags Anda fyrir það og við þurfum að biðja. So I will pray and you please pray for me. En nú ætla ég að biðja og ég biði ykkur að biðja fyrir mér. Dear Heavenly Father, kæri himneski Faðir, thank you very much for this Sabbath morning. Ég þakka þér fyrir þennan hvíldardagsmorgun. And we thank you also for this opportunity to start a new year. Og ég þakka þér fyrir þetta tækifæri að fá að hefja nýtt ár. And in this moment, Father, we just want to come before you and ask you for your help. Og við viljum koma fram fyrir þig og biðja þig hjálp. Not only for me to be able to express myself according to your words. Að þú hjálpi mér að tala þín orð. But we pray also for everybody that is here listening, that you will help them also to understand. Og þú verður líka með þeim sem eru hér og eru að hlusta.
please give me the words and the humbleness and the ability to express your message. Gefðu mér orð að mæla og auðmýkt til þess að koma áfram boðskapi frá þér. And I ask you in the name of your Son, Jesus Christ. Ég bið í nafni Jesú Krists. Amen. Amen. Okay, I was actually going to share with you when I was a little kid. Þegar ég var strákur, I lived in the south of Mexico. þá bjó ég í suður Mexíkó. But my family was originally from Mexico City, which is in the center of the country. En fjölskylda mín var upprunalega frá mið-Mexíkó sem In the center of the country. já, mið-Mexíkó. And every Christmas vacation or summer vacation, Easter vacation, Og hvenær sem að var jólafrí, páskafrí eða sumafrí, we would drive the whole family to Mexico City to see grandparents, family, everybody. og þá keyrðum við öll fjölskyldan upp til mið-Mexíkó til að hitta ömmu og frændsystkini og fleiri. Back then it was around 1,100 kilometers from my city to Mexico City. Þá var 1100 kilometrar á milli borgaran sem ég bjó í og Mexíkóborgar. Today with new highways and it's about 900, 890. En nú eru 900 kilometrar eftir að vegirnir hafa verið lagaðir. So you can imagine 1,100 kilometers was a long drive. 1100 kilometrar, það er löng keyrsla. It took us usually 12 hours. Það tók það bil 12 klukkutíma. And we stopped to eat or breakfast, different things. So it was a long, there was the whole day. Við stoppum líka til að fá okkur að borða, en þetta tók allan daginn. So as kids we were like super excited in the morning or the night before. Við sem börn vorum mjög spennt daginn áður og líka morguninn. Loading up the car and getting it ready, so in the next morning we would wake up early, 5, 6 o'clock in the morning and Og kvöldið þá settum við farangurinn í bílinn og lögðum svo snemma staði morguninn, kannski klukkan 5 eða 6. And but all that excitement after 10 hours was becoming tremendously boring. Og svo var spennan all farin úr okkur eftir 10 klukkutíma keyrslu og allt var farið að verða mjög leiðilegt. But there is a city like an hour before Mexico City. En það borg, svona klukkutíma áður maður kemur að Mexíkóborg. Called Puebla. Sem heitir Puebla. And by the time we got to Puebla, usually it was already dark. Og þegar við komum til Puebla þá var komið myrkur. 6, 7, 8 at night. Og klukkan 6, 7, 8 kvöldið. And from Puebla you would go up through the mountains. Og svo frá Puebla fórstu gegnum fjöllin. And as you got to the top, og þegar maður komin efst upp, you could not see Mexico City because it was still very far. Og þá gat maður ekki séð Mexíkóborg því hún var langt í burtu. But you could see like the shining, like a huge bowl of light En maður sá in the distance. Skinið af ljósunum í fjarlægð. You just so as soon as we saw that light, Og við sáum þennan bjarma, the shining of the city, frá borginni, it was like we knew we were very close. Og þá vissum við að það var stutt eftir. So that scenery, seeing that light, this shining, Og það að sjá þessa birtu was very comforting after 11, 12, 14 hours sitting in the car, all desperate to get. We were, children like Salome and Saraya. Og þá vorum við svo glöð og okkur leiði svo vel þegar við sáum þetta. Við vorum bara börn, svona eins og börnin mín í dag. Has somebody had any experience like that? Has experienced something like that? Hefur ykkur upplifað svona lagað? Not necessarily light, Ekkert endilega að sjá ljós, but when you see some point that, okay, this now we are there, we are close, and gives you this relief.
Þegar þið sjáuð eitthvað og gefur ykkur svona létti. Isn't it like a very good experience? Þetta ekki góð upplifun? Isn't it? Now, why do I share with you this? Af hverju ég að deila þessu með ykkur? Hopefully we will understand, but it's a very nice experience. Þetta góð upplifun. Let's start Við skulum going to John 3, 1 to 21. fara í 3. kafla Jóhannesar Guðs spjalls And we are not going to read, obviously, everything. og við erum ekki að fara að lesa allt þarna. But we have here the story of Nicodemus. Við sjáum hérna söguna Nicodemus. And I will read the first verse at least, and then we will be just going through it. And it says, Ég ætla að lesa hérna í byrjun. there was a man of the Pharisees, this is very important, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Maður hét Nicodemus af flokki farisea, þetta mikilvægt atriði, ráðsherra meðal gyðinga. Is everybody here familiar with Nicodemus, the story of Nicodemus? Kannist þið við söguna Nicodemus? Yes? And is everybody aware that he was a Pharisee? Vissu þið öll að hann væri farisei? And he was literally a very, very important figure, a very important man. Og hann var mjög mikilvægur einstaklingur í þjóðfélaginu. He was not just any Pharisee, he was a ruler of the Hann var ekki bara farisei, heldur the var Jews. hann ráðsherra meðal gyðinga. This man came to Jesus by night and said to him, Þessi maður kom til Jesú nótt og sagði, Rabbi, we know that you are a teacher that come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. So notice that here in verse 2, Takið eftir að hérna í versi 2, Nicodemus believes that Jesus comes from God. hann Nicodemus að viðurkenna að hann viti að Jesús komi frá Guði. He is convinced that this man, you are a teacher, at least you are a teacher that Yes. comes from God. Hann sannfærður það að hann sé að minnstakosti kennari sem kemur frá Guði. Okay? Now Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Og Jesús segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. And then we have the story that Nicodemus is like wondering, and how can this be possible? And they go through a conversation with Jesus says, well, you need to be born of the Spirit. Og þarna eru þeir eiga í samræðum og Jesús segir að hann þurfa að fæðast af andanum. And we go to verse number 9, and Nicodemus says, how can this be? Og hann förum í vers 9, þá spyr Nicodemus, hvernig má þetta verða? And the answer of Jesus in number 10 is, are you a teacher of Israel, and yet you do not understand these things? Og Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta. So Nicodemus, called in verse number 2, he acknowledges him as a teacher. Þannig að í versi 2 þá viðurkennir Nicodemus að Jesús sé kennari. So Jesus here is saying, okay, from teacher to teacher, let's talk teacher to teacher. Og þá kemur hann hérna og að tala við hann eins og kennari tala við kennara. And then he says, are you a teacher yet you don't know these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness that what we have seen, but you do not receive our testimony. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisbyrði vorum. If I have
told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? Ef þér trúið eigi þegar ég ræði viður jarneskefni, hvernig skildu þér þá trúa ég ræði viður hin himnesku? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannssonurinn. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. So, as you maybe noticed, a couple of weeks ago, we were talking about his birth, Fyrir nokkrum vikum Jesus' síðan, birth. þá vorum við að tala fæðingu Jesú. Now we are 33 and something years ahead. Og nú After. erum við komin 33 ár fram í tíman. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn. And I always wonder, Og ég hef alltaf velt fyrir mér, how many of you know or knew hversu mörg ykkar vitið that the bronze serpent in the desert að þessi snákur sem að höggormurinn úr bronsi, actually, let's go and read Numbers 21, 4-9. skulum fara í 4. Mósebók, Numbers 21, 21. kapla, 4-9. 4. vers til og með 9. versi, skulum fara þangað. From Mount Hor, they sent out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient on the way. Lögðu þeir þá upp frá Hórfjalli leiðina til Rauðahafs, til þess að fara í kringum Edomland, en lýðnum fjallst hugur á leiðinni. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we'll load this worthless food. Og lýðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leiddu þið að sprott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðimörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people so that many people of Israel died. Þá sendi drottin eitraða höggorma meðal lýðsins og þeir bitu fólkið svo að margt manna dó af Ísrael. And the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Þá gekk lýðurinn til Móse og sagði, við höfum syndgað, því að við höfum talað í gegn drottni og í gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir lýðnum. And the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Og drottin sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng. Og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Móse gjörði höggorm af eyri og setti á stöng, og það varð að ef höggormurinn hafði bitið einhvern og hann leit til eyrormsins, þá hélt hann lífi. And here, when we go back to John 3, Og við förum tilbaka í Jóhannesar Guðspjall 3. kapla, we have Jesus saying himself, og þannig Jesús sjálfur að segja, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn. How many knew, Hversu mörg ykkar vissuð, I hope probably many,
kannski that margir, that serpent lifted up in the desert by Moses að þessi höggormur sem var lyft upp af Móse í eyðimörkinni represented Christ. merkti Krist. Did you know it? Vissuð það? I always knew it. I knew it, but I always wonder why. Ég vissi það en ég var ofta að velta fyrir mér af hverju. And with time I came to understand that yes, it's represented, it's a prophecy, but I still wonder why a serpent. Og ég var ofta að velta þessu fyrir mér, ég spurði sjálfa mig oft af hverju höggorm. But let's continue with Nicodemus, Höldum áfram með hann and hopefully Nicodemus. we will come to a very nice point. Og vonandi komumst við að góðri niðurstöðu. So, Nicodemus was a very prominent man, a Pharisee, Að Nicodemus var mikilvægur maður, farisei, and as John 3 mentions, he went and met Jesus at night. og eins og segir í kapla 3 í Jóhannesar Guðspjalli, þá fór hann að hitta Jesú nótt. Because at that point, Því að því augnabliki, he believed that this was a teacher, þá trúði hann því að þetta var kennari, at least a teacher, að minnstakosti kennari, sent by God. lærifaðir kominn frá Guði. And he meets Jesus, he has this conversation with Jesus. Og svo hann í samræðum við Jesú. Now, I would recommend you greatly to read the Isaiah of Ages, chapter 17. Ég mæli með því að þið lesið kapla 17 í þráaldana. As he's talking to Jesus, Það sem hann að tala við Jesú, he sees light. There is light in what Jesus is saying to him. að þá sér hann eitthvað ljós í því sem Jesús að segja. And we read in the Isaiah of Ages that he kept this light, this information for 3 years within his heart. Og í deilunni miklu, í þráaldana kemur fram að Nicodemus hafi geymt þessar upplýsingar sem hann fékk frá Jesú í heil 3 ár. And as he's talking to Jesus, he approaches him, he believes he is a teacher that comes from God. Og hann kemur og tala við hann og trúir að hann sé lærifaðir sendur frá Guði. Then he realized that he was the one that John the Baptist was talking about. Og svo uppgötvar hann og gerir sig grein fyrir því að þetta sá sami og Jóhannes skýrari var að tala When we read this chapter of Nicodemus, we can read that Jesus explained to Nicodemus that night Jesús útskýrði fyrir Nicodemusi þetta kvöld the whole plan of salvation, allt áform, frelsunar áformið. which makes sense when you read here, because you remember in verse 12. Við förum í vers 12. We have Jesus saying, I'm telling you spiritual things. You know, Jesus, truly I say to you, if I told you the early things and you do not believe, how can you believe if I tell you spiritual things, heavenly things? Og þar Jesús að segja, ef þið trúið eigi þegar ég ræði við jarnesk efni, hvernig skildi þér þá trúa ég ræði við hinn himnesku? So what Jesus was sharing with Nicodemus that night Það sem Jesús var að deila með Nicodemus þessa nótt was so mind-blowing for Nicodemus hafði svo djúp áhrif á Nicodemus. that he could hardly believe it. Hann gat alltaf trúa þessu. You understand what I mean? So Jesus started by saying, well, you need to be born again. Nicodemus says, what do you mean? Jesús segir, þú ert að fæðast að nýju og Nicodemus, hvað áttu við? And then Jesus he takes it into a spiritual realm. Og Jesús leiðir hann inn í meira svona andlegum nótum. He explains the plan of salvation to Nicodemus. Útskýrir fyrir Nicodemus frelsunar áformið.
So much so that he cannot even believe it. og hann bara trúir ekki sínum eigin eyrum. So he leaves, we know that he leaves that conversation. That conversation took place in secret. Og þeir voru að tala þarna í leinum So he leaves that conversation and he keeps this information og svo geymir hann þessar upplýsingar í hjarta sinu in his heart, yes, for 3 years. í 3 ár. Okay? After 3 years of that conversation, Og svo eftir að hafa rætt við hann þarna eftir 3 ár, eftir þessar samræður, do you know what happened? vitið þið hvað gerðist þá? They crucified Jesus. Þá var Jesús krossfestur. And it was at that moment, Og það var þá, after all of these 3 years, that he had this conversation with Jesus. eftir þessi 3 ár sem hann hafði rætt þarna við Jesú, That during this, when he approached Jesus that night, he believed that he was sent by God, að þarna þegar hann hitt hann þessa nótt, þá that he trúði was hann a því teacher. að hann væri læri faður sendur á Guði. As he went through the conversation, he realized, this is the one that John the Baptist, he must be the one that John the Baptist was talking about. Og svo uppgötvaði hann, já, þetta sá sem að Jóhannes skýrari var að tala And at the moment of the crucifixion, Og svo þegar að átt að krossfesta Jesú, we know that Nicodemus took a very important role after his death and everything. At the moment of the crucifixion, Nicodemus actually, we can read in the services that Nicodemus actually realized og við getum séð það frá aldana að þegar að Jesús krossfestur, þá gerði Nikodémus sér grein fyrir, not only that Jesus was a teacher sent by God, ekki bara það að Jesús væri lærifæðir, the one that John the Baptist was talking about, þessi sem að Jóhannes skýrari var að tala but at the moment that Christ was lifted up on that cross, en þegar að Jesús var lyft upp á krossinum, he realized not only that this man was his savior, þá uppgötvaði hann það að þessi maður væri frelsarinn hans, but not only his savior, but the savior of the world. ekki bara það heldur fyrir frelsari heimsins. Like they say in English, that's when the penny dropped in his head. After 3 years, Það var þá sem hann uppgötvaði þetta eftir 3 ár. he went from teacher sent by God. Hún fór frá því að trúa því að hann væri lærifaðir kominn frá Guði. This might be the one that John the Baptist was talking about, Og þetta væri sá sem Jóhannes skýrari var að tala to my savior, til að því að vera frelsari hans to the redeemer and savior of the world. og frelsari alls heimsins. And this all happened Og allt þetta gerðist the moment, as Jesus said, he was lifted up as the serpent in the desert. þegar eins og Jesús sagði að honum var lyft upp eins og höggorminum í eyðimerkinni. And we read in the Desire of Ages that says that the shine, the light shone. He could see that light at that moment when he was lifted up and realized this is the Savior of the world. Og hann sá einmitt ljósið þegar að honum var lyft upp á krossinum að þetta væri frelsari heimsins. Now, here is the thing. En svo það að It took Nicodemus 3 years þetta, já, hann þurfti 3 ár, hann Nikodémus, his journey from knowing about Jesus because he had heard about him. þetta ferðalega að fyrst að heyra Jesú. When he came and talked to him, said, we know that you are. He had heard about the teachings and the miracles of Jesus. Og hann hafði heyrt bæði kenningar og kraftaverk Jesú. So he believed he was sent by God. He was a teacher. Og hann trúði því að hann hafði verið sendur á Guði og hann væri lærifaðir. Was it enough for Nicodemus Var það nóg fyrir Nikodémus to believe he was a good teacher? að trúa því að Jesús væri góður lærifaðir?
It was not enough, but it was a good first step for him. Það var ekki nóg, en þetta var gott skref í áttina. Now he came to the point to think, well, this might be the one that John the Baptist was talking about. Og svo kom hann að þessu að þetta geti verið sá sem að Jóhannes skýrari var að tala um. Was that enough Var það nóg for Nicodemus to be saved? fyrir Nikodémus að frelsast? Probably not, but it was a good second step. Líklega ekki, en þetta var mjög gott skref í áttina. Now, when he saw him being lifted up En svo sá as the hann serpent, þegar hann var lyft upp, alveg eins og höggormurinn. and he saw his Savior, and he realized this is the Savior of the world. Og sá frelsari sín og uppgötaði, þetta frelsari heimsins. And he accepted that. Og hann meðtók það. That moment was enough for him to be saved. Og það var þá sem að það gaf hann frelsun. And it took him 3 years to come to that realization. Og það tók hann 3 ár að uppgöta þetta. Now, I was thinking, Ég var að hugsa, was Jesus patient with Nicodemus' growth? var Jesús þolinmóður við vöxt Nikodémusar? If you read it, we read it in the Desire of Ages that Jesus Við lesum það í þrá aldana. Jesus knew where he had planted the seed, Jesús vissi hvar hann hafði sáð fræjum and he had very big hopes on Nicodemus. og hann hafði mikla von fyrir Nikodémus. And I do believe Og that ég, despite our necedad, ¿cómo se dice necedad? Stubbornness, og ég trúi því að þrátt fyrir þrjósku okkar, he has exactly the same patience with us þá hefur hann sömu þolinmæði fyrir okkur. and with everybody we share Christ with. Og með öllum sem að við deilum Kristi með. And he has the same big hopes and expectations Og hann með sömu stóru vonir from us. og væntingar frá okkur. Now, like I said, it took Nicodemus 3 years to come to that point, and what made Nicodemus say to come to that spiritual transformation Og það sem að gerði það verkum að Nikodémus komst að þessari andlegu niðurstöðu was the cross. var krossin, An event that happened 3 years after he met Jesus sem and gerðist and 3 árum. started to have this realization, I need to understand more, I need to understand the scriptures. He started to understand the scriptures in a different light. Og hann fór að skilja ritningarnar í nýju ljósi. And that cross, that event, happened in the future 3 years later. Og þetta gerist 3 árum eftir að hann hafði átt í samskiptum við Jesú, For him. fyrir hann. Now, what about for us this morning? En hvað með okkur í dag? The same event that had this spiritual impact and transformation in the Nicodemus life, Það sama sem hafði haft svona mikil áhrif á Nikodémus. that event we do not have to wait for it as Nicodemus had to wait 3 years. Og við þurfum ekki að bíða eftir þessu augnabliki eins og Nikodémus þurfti að bíða. We already can look back Við getum nú þegar litið tilbaka to that event á þennan viðburð and realize that Jesus is our Savior and the Savior of the world. á þennan atburð og getum séð að Jesús frelsari okkar og frelsari heimsins, frelsari alls heimsins. Now, this is the interesting thing. Og þetta áhugavert. Can we today, Getum við í dag in our journey, á ferðalagi okkar, we don't have to wait for the event to happen, við þurfum ekki að bíða eftir að þetta eigi sér stað, like Nicodemus. eins og Nikodémus þurfti að gera. We have that event already happen, and we can Þetta- look Þetta hefur nú þegar gerst.
we can look at that Christ being lifted up Og við already. getum litið til Jésús sem hefur verið lyft upp nú þegar. Now, as the serpent was lifted up, Alveg eins og höggorminum var lyft upp, I shall be lifted up, said Jesus. Þá mun ég vera upp hafinn, segir Jésús. And I always understood, Og ég skildi þetta alltaf þannig, because I have learned it, því ég hafði lært það, that serpent represents Jesus. að þessi höggormur merkti Jésús. But there is a very small, important detail that I think I always missed. En það eitt mjög mikilvægt smáatriði sem ég misti af. That serpent represented Jesus Að þessi höggormur merkti Jesú at the moment of his crucifixion. þegar hann var krossfestur. Does that make sense? Skil ég hvað ég á við? It's not that that serpent represents Jesus. Ekki það að þessi höggormur hafi merkt Jesú. It represents Jesus at the moment when he was lifted up at the cross. Að það merkti Jesús á því augnabliki þegar hann var negldur á kross og lyft upp. Because sin Því að syndin is a poison eitur by which we have all been infected og við höfum öll orðið fyrir áhrifum þess eiturs, by the bite verið bitin of that serpent. af þessum snáki. That old serpent, that is the devil. Af þessum snáki sem djöfull. Is there here anybody that has not been bitten? Einhver sem hefur ekki verið bitin? Raise your hand. I think we have all been bitten. Við höfum öll verið bitin. But at that very moment of when Jesus was lifted up and crucified, En þegar að Jesús var lyft upp og hann var krossfestur, he took all that poison þá tók hann allt þetta eitur into himself á sig for us. fyrir okkur. And that's why at that very moment Og það he var was þá representing that serpent represented Jesus, because he took all that sin hann tók alla þessa synd in him. We read in Hebrews, in Romans, á sig. Við lesum í Rómverjabréfinu, let me put Romans 8, 8. kafla í Rómverjabréfinu, Romans 8:3. 3. vers. For God has done, are you there? Romans 8:3. Yeah. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Það sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti sem það mátti sín einskis fyrir holdinu, By sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. það gjörði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninum. So that serpent, that bronze serpent in the desert, Þannig að þessi brons höggormur í eyðimörkinni was a prophecy and was a prophecy of the crucifixion of the Savior of the world. var þá í rauninni Represented Christ. spádómur það að Jesús myndi frelsa heiminn. Það var spádómur Jesú. Represented Christ at the moment of his crucifixion, Þegar að Jesús var krossfestur. because he took all that sin, Af því hann tók alla that syndina. poison that you Allt þetta should eitur, carry, he took it upon himself. allt sem þið þurfa að bera, hann tók það á sig. Now, let's finish now. This is my question or invitation for you today. Og við skulum ljúka núna, ég ætla að bjóða ykkur í dag. I don't know, probably you yourself, Kannski hafið þið, or you know
somebody you have been studying with, somebody you have been sharing with somebody. Eða kannski þekkið einhvern eða hefur verið að deila með einhverjum úr orði Guðs That is on this journey, og sem á þessu ferðalagi, the same journey that Nicodemus went through. sama ferðalagi og Nikodémus var á. And at the end of this journey, as he looked at the light that shone as Jesus was being lifted up, Og þegar hann leit til þessa ljós sem að skein þegar Jesús var lyft upp and he had this life-changing spiritual experience, og átti þessa reynslu sem breytti lífi hans, do you know, or are you in a situation, or do you know somebody that you would like to point to that moment of the cross of Christ? Would you like to help myndu þau vilja hjálpa somebody einhverjum not only go through their journey and with patience and hope like Jesus had with Nicodemus, ekki bara með þolinmæði og von eins og Jesús gerði, but help them and point to Hjálp- them to that very moment of hjálpa þeim, Christ being lifted up. hjálpa þeim að sjá þetta augnablik þegar að Kristi var lyft upp. Does that make sense? Does the question make sense? Skiljiði spurninguna? Yes? How many of you would like to do that? Hversu mörg myndu vilja gera það? To look at that light at the cross Að horfa á þetta ljós krossins and realize that og that Jesus gera eitthvað grein fyrir því að þessi Jesús, is actually, that serpent represents that Jesus at that moment when he took all the sin, that poison on himself. að þegar að þessi snákur upp á stönginni var einmitt að segja frá því að Jesús myndi taka á sig syndina. And as Nicodemus surrendered to that idea that he is our Savior, Og þegar að Nikodémus uppgötvaði að hann væri frelsar okkar and with the grace of God, point others to that same light. og með náðguðs að beina öðrum til þessa sama ljós. Amen. Amen. Let's pray together. Skulum biðja saman. Dear Heavenly Father, thank you very, very much for the opportunity Kæri himneski Faðir, við þakkum við fyrir þetta tækifæri that you give us, you give me to share, and you give us to listen and understand. sem þú gefur okkur og mér til að deila með öðrum. And Father, we just would like to ask you to help us and be patient with us as with Nicodemus. Vilt þú hjálpa okkur að vera þolinmóð við hvort annað eins og þú varst við Nikodémus? And may we be also patient and hopeful with others as we guide them. Mættum við vera þolinmóð við aðra meðan við erum að leiða þá til þín, To the light of that cross, til ljós krossins, as Jesus was lifted up þegar Jesús var lyft upp and shown his light to the whole world. og megi ljós hans skína allan heim. Help us, Father, and we pray for opportunities to point people to that light and to that moment. Hjálpaðu okkur að beina öðru fólki til þessa ljós. We ask you and we pray Við biðjum in the name of your Son, Jesus Christ, í Jesú nafni. and for his soon return we pray. Amen. Amen. Thank you. Og þá skulum við syngja sálmi númer 448, nú árið er liðið.
við þökkum Adrian. Er blessunarorð, já. 12, 13. Okay. I'm just going to read from Revelation 22, 12 and 13, and we finish with number 20. Við ætlum að lesa úr Åpenbarabókinu 22, 12-13 og lokum með versi 20. These are the words of Jesus himself. Þetta eru orð Jesú Krists. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done.
Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Now 20 and 21. Svo fyrir við 20. og 21. vers. He who testifies these things says, surely I am coming soon. Amen, amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Kom þú, drottinn Jesús. Náðin drottins Jesús sé með öllum. Amen.